don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Syngjum þetta saman einu sinni enn. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, einu sinni enn. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Þvílík forréttindi sem við höfum. Við erum með Jesús sem læknar. Amen. Halleluja. Amen. Hilmar, gjör svo vel. Komið þið sæl. Gott að sjá ykkur hér í dag. Hilmar heiti ég og Kristinsson og ég ætla að deila með ykkur svona úr orði Guðs í dag og þetta eru svona þær hugleiðingar sem að ég hef verið að svona íhuga síðustu vikur og við byrjum bara vegferðina og byrjum á því að biðja Guð að gefa okkur anda speki og opinberunar. Ég þakka þér Drottinn að þú opnar augu okkar, þú opnar eyru okkar. Ég þakka þér fyrir að þitt orð eins og sáðkorn sem ber sjálfkrafa ávöxt. Ég þakka þér fyrir að þú opnar eyru okkar og augu okkar, að það þitt orð sem verkar og gerir undur og tákn innra með okkur. Ég þakka þér Drottinn að við felum okkur þínu orði náðar þinnar, að þetta orð sem tvíeggjað, beittara hverju tvíeggjuðu sverði, að það fái að smjúga inn milli fylgsni sálar og anda, liðamót og mergja og að það fái að dæma hugsanir og hugrenningar okkar. Að hugur okkur og hjarta sé í takt við þín loforð og þína sköpun. Í nafni Jesú, amen. Ég er með svona 5 ræður í hausnum og við leggjum bara á stað og það er svona, þegar ég yfirleitt predika þá er þetta bara vangaveltur mínar, það sem Guð er að segja, tala til mín og sennilega opinbera í mitt hjarta miklu meira heldur en ég kannski hefði viljað, en það er þessi hugsun að ein hugsunin er þessi sem að svona andi Guðs hefur verið að eiga við mig, það er þetta: Hilmar, ekki herða hjarta þitt. Og ég man þegar ég var að ala dætur mínar upp,
og þær voru svona að þrjóskast á móti og vilja ekki fara eftir því sem pabbi var að segja og þess áttar, að þá var eitt sem að andi Guð sýndi mér, bara að það var þetta að taka utan þær, horfa í augun á þeim og segja ekki herða hjarta þitt. Og það var eitthvað sem gerðist, það brást aldrei nánast, að þá byrjuðu þær að gráta. Það var eins og andi Guðs náði að snerta hjarta þar sem að rödd pappans náði ekki að gera. Ég vildi frekar bara setja strangari reglur og ef þú gerir þetta, þá gerist þetta og þess áttar. Og já, ég telja upp á 10 og allt þetta. En það var þessi setning, ekki herða hjarta þitt. Og svo var þetta ennþá verra þegar mér var að skriðna fótur og hvað sem við köllum það, fór í fráfall, ég var reiður út í Guð og ýmislegt hafði gerst í lífinu. Og þá var það yngri dóttir mín sem er mamma, 2 barna móðir í dag, og þá segir hún við mig, pabbi, ekki herða hjarta þitt. Og hvað gerist fyrir mig? Ég fór að hágráta. Að herða hjarta sitt. Og það eru nokkuð vers sem tala um þetta og við skulum bara byrjum bara á því, við skulum bara byrja þar, fyrst ég er að tala um að herða hjarta okkar. Að Markús 7. kapli, að þá er Jesús, hann er að tala, hann er alltaf með lærisveinum og hann er búinn að gera ýmislegt og hann er alltaf að segja dæmisögur og reyna að koma í skilningum hvað Guðsríkið er. Þegar Jesús kom og sagði Guðsríkið er í nánd, iðrist, Guðsríkið er í nánd, snúðu við, Guðsríkið er komið. Það þýðir að það er eitthvað allt annað kerfi heldur en ég er að upplifa í heimskipaninni. Það er komið eitthvað nýtt ríki. Það er konungur konungana, það er eitthvað sem ræður og ríkir þar sem að ég þarf að skilja hvernig það verkar. Það er hamrað í mig hvernig íslenska ríkið verkar. Ég þarf að borga skatta og skyldur og þetta og svo kemur þessi löggjöf og þessi ráðagerð eða reglugerð, viljum við segja, og allt þetta og ég þarf að beygja mig að bugta. Og ég á að virða yfirvaldi. Er ég sammála þeim alltaf? Ó nei, en ég þarf að vera með virðingu. Nú, 7. kaflinn, byrjum í 45. versi, þar segir hann, tafarlaust knúði hann lærisveina að fara í bátinn og halda undan yfir til Betsadíu meðan hann sendi fólki brott. Þarna var hann búinn að fæða 5.000, það segir að 5.000 kallmenn, þannig að mjög líklega voru þetta fleiri. Og það segir tafarlaust. Og þetta er svolítið athyglisvert og gríska orðið þarna, ég er svona nördari stundum, að það er eitthvað sem, tafarlaust, af hverju sagði hann tafarlaust? Svona eru samskipti, svona hef ég lært að eiga samskipti við Guð, að það er að lesa orðið og síðan tala við hann. Af hverju er þetta svona? Og þetta heitir bara að eiga samfélag. Það er að lesa orðið. Það er nú ofta erfiðast að bara opna blessuðu skruduna og byrja bara. Samt veit ég, og þetta er svo oft gerst hjá mér, ég veit að besta sem ég geri, það er að opna orð Guðs og byrja að lesa. Hann segir tafarlaust. Orðið þarna hefur í sig þá merkingu að þetta er eins og að krækja örmum við ykkur og draga hann áfram. Það þýðir að þeir voru í ákveðinni mótstöðu. Það er eins og fara í bátinn. Nei, og það sé tafarlaust. Hann knýr það áfram. Og hann heldur sagan áfram og þá hann hafði hvatt fólkið, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Hann fór einn að biðjast fyrir. Hvaðan kom krafturinn hans? Hann fór einn að biðjast fyrir. Þegar kvöld var komið var báturinn á miðju vatni, en hann einn á landi. Hann sá að það var þungur róðurinn, því að vindar voru á móti þeim og langt var liðið nætur. Þetta er sennilega einhvers staðar milli 3 og 6 nóttina. Nú,
langt leið á nætur, kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar að fara framhjá þeim. Hann ætlar að fara framhjá þeim. Hann ætlar að fara framhjá þeim. Kemur að þeim, miðju vatninu, stormur. Guð, þetta að drepa mig og þú ætlar að labba framhjá mér. Ok. Þegar þeir sáu hann ganga á vatninu, nei, hættir nú alveg. Þeir sáu hann ganga á vatninu, hugðu þeir að þarna væri vofa og æptu yfir sig. Jesús að labba framhjá þeim, þeir verða skíthræddir og þetta draugur. Það registrerar ekki í þeim að þetta gæti verið konung og konungana, Jesús. Og hversu oft hef ég ekki verið í svona kringustæðum að átta mig ekki á því að Guð með mér og hann í mér og hann að hjálpa mér. En kringustæðunar, það blinda mig. Það blinda mig kringustæðunar. Nú síðan segir hann, því að allir sáu þeir hann og var þeim bylt við. En Jesús mælti jafnskjóti þeirra, verið hughraustir. Það ég, verið óhræddir. Og hann steg í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn. Og þeir eru öldungis agndofa. Enda höfðu þeir ekki skilið það sem gjörst hafði með brauðin, hjörtu þeirra voru blind. Þeir hafði ekki skilið hvað hafi gerst. Hann var búinn að fæða þarna 5.000 karlmenn og fleira fólk. 5 brauð, 2 fiskar, 1000 manns. Þetta á ekki að vera hægt. Samt gerir Jesú þetta. Og það eitthvað við þetta að brjóta brauðið. Að brjóta brauðið. Að eiga þennan sáttmála og eiga fund við Guð. Það sem við mætumst og hittum hann. Og hann segir, gerið þetta í mína minningu. Muniði hvað þetta Og blóð og byggarinn, nýji sáttmálinn. Hvað fjallaði nýji sáttmálinum? Jú, ég gef ykkur nýtt hjarta. Nýjan anda. Ég með á Esekiel tala þetta. Munið þetta. Þannig eru þeir búin að horfa á kraftaverk. Þeim þrýst út í bátinn á miðju vatni. Jesús lappar hjá. Vindinn lægir. En samt skildu þeir ekki af því að þeir hertu hjarta sitt. Að hjarta var blind eða það var hart hjarta. Gríska orðið þarna puró sem að gefa til kynna að þetta sama og þú segir með sigg. Eitthvað sem búið að núast við. Hversu getur komið sigg kannski á hjarta mitt þegar orð Guðs að reyna núast inn í hjarta mitt og ég sé bara nei. Biddu fyrir sjúkum. Já, en hvað ef það gerist ekki? Ekki efast, trúðu. Ekki herða hjarta þitt. Trúðu. Þetta orðið puró, eins og sigg, það hefur líka þessa merkingu í sér. Það er dvínandi eiginleiki á að skilja. Dvínandi eiginleiki á að skilja. Varðveittu hjarta þitt framar öllu, segir Orðskviðurinn 4:23. Því þar eru uppsprettur lífsins. Að skilja. Orðið bendur okkur, keyptu visku, náðu í visku, reyndu að skilja. Biddu anda Guð sem að þú fór að skilja. Páll biður þessar bænar í Efesus 17-21. Ég bið þess að þeir hafi andað speki opinberunar, að þeir fá að skilja, að þú opnir sálar sjónu þeirra. Að hjarta mitt opnist, að ég mig skilja hvað Guð hefur gefið mér. Lesum aðeins hérna, það er akkurat hérna, ég er búin að vera heillaður að fyrsta Korinthubréfinu 2. kafla. Og svona kom Páll til þeirra, hugsaði, Páll, hann var ekkert góður maður, hugsaði, hann var að drepa kristna, hann var sem sagt, fariseana,
Hvað er farisi? Það er fræðimaður það er fræðimaður sem beitir ofbeldi. Hvað köllum við þetta á íslensku? Einelti eða bullying. Það er þegar fræðimaður beitir einelti. Þegar sem sagt, það er alltaf að tala niður til þín, þú ert aldrei nóg, þú verður að gera þetta og þetta og þetta, þá mun Guð gera þetta. Í staðinn fyrir að orðið segir, Guð er búinn að gera. Það er þegar gert. Mærin mun eignast son og hún mun kalla hann Immanuel, sem því Guð með oss. Guð er kominn til okkar. Það sem að trúarbragðiðnaðurinn er alltaf að gera út á, að þú þurfir að ná til Guðs. Hann er kominn til okkar. Og hugsaðu, svona eru spátansord Biblíuna. Við höfum heyrt son og við höfum heyrt móður, en hrein mey að eigna son, stoppaðu núna, sko. Nei, þetta er Guð. Þetta er Guð, svona vinnur hann. Páll segir, og talandi þetta, að við sjáum Pál, hann er hérna í 7. kaflanum í Postulasögunni, það verið að grýta Stefán og Páll lætur sér vel líka. Hann lætur það bara, fínt, bara kansilurum þessum, slaufum þessum. Það mér líkar ekki hvað hann segir. Við kunnustu ekki til svona í dag, það? Það var ósprautaður og við líkit ekki að þátt í lyfjatilraun og hvað er að þér og allt þetta. Það er þessi andi. Hvaða andi er þetta? Biblían kallar hann andi Babylon. Mjög áhugavert. Babylon, nafnið Babylon gegnum alla Biblíuna. En þarna sjáum við Pál, hann stendur alveg þessu vel líka. Og það segir, og hvað segir Stefán? Hann segir, faðir fyrirgefðum, þeir viti ekki hvað þeir eru að gera. Og það segir að hann hafi séð Jesú standandi. Svona gerum við þetta, Stefán. Já, við fyrirgefðum, Stefán. Það er það sem við gerum. Og Jesú stendur upp og hvetur hann áfram. Hefði hann ekki fyrirgefið, þá hefði verið biturleiki, og þá ertu undirbúið undir baráttu, þú fer að safna í lið, og segja, já, þessi sagði þetta og hann sagði hitt og þú fer að, það verður bara barátta og þú fer að telja aðra trúum að já, þessi gerði mér þetta og þetta, við þurfum að kansilera þessu, bara slaufa, ekki tala við þennan. En Jesús stóð upp, klappaði fyrir Stefán og segi, svona gerum við þetta, við fyrirgefum. Við erum að fyrirgefa að því að Kristur hefur fyrirgefur okkur. Lendum hérna aftur í 1. Kór, 2. kafla. Og hérna er Páll allt í einu mættur. Ég kom til eða bræður, boðaður leyndardóm Guðs, kom ég ekki með frábæri mælskusnill eða speki. Ég ásetti mér að vita ekkert á meðaliðar nema Jesú Krist og hann krossfestan. Hvað myndi gerast þegar ég færi í Guðfræðideildinni í háskólanum og segja, ég hef ásett mér að vera hérna og vita ekkert nema Jesú Krist og hann krossfestan. Þá ég drekinn, sko. Þetta passar ekki inn í fræðimennsku. Ég ásetti mér að vita ekkert nema Jesú Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðal ykkar í veikleika. Hann var í veikleika. Ótta og mikill angist. Orðræða mín og prédikun studdist ekki við sannfærandi vísdómsorð, heldur við sönnun anda og kraftar. Til þess að trú yðar væri ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar. Þegar við erum að tala úr orði Guðs, að þá er það ekki að passa við heimsandan. Það passar ekki. Eða höfðingja þessar aldar, sem að engu verða. Þetta verður að engu. Öll þessi speki og allt það sem verið að hrúa yfir okkur, að við að hafa okkur svona og hinsegin og gera þetta og hitt, þetta verður að engu. Heldur tölum við leynda speki Guðs, sem hulun hefur verið,
En Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Enginn af höfðingi þessar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefðu þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest drottinn dýrðarinnar. En það eins og ritað það sem augað sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Ég get ekki einu sinni orðið að segja mér, veistu það, Hilmar, þú getur ekki eins og ímyndaður, af því að Guð elskar þig, hvað hann mun gera fyrir þig. Þetta minnir mig á Rómverjabréfið 8, það sem segir það samverkar allt til góðs fyrir þá sem elska Guð. Og sumt í mínu lífi, því standandi í miðju myrkri og vonleysi, eða hvort það var dásamlegt kraftaverk, ég get ekki útskýrta, eina sem ég get túlkað þetta í gegnum, það samverkar allt til góðs, með því að ef ég held áfram bara elska Guð. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því að andinn rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Hver meðal manna veit hvað mannsins nema andi mannsins sem í honum Þannig heldur enginn komist að raunum hvað Guðs nema Guðsandi. Hann sem sagt að segja, það alveg svo, í þínum anda, þú veist hvað þig vantar, þú veist hvað þú átt, og síðan það þinn andi og Guðsandi, að því að þú ert andi, sál og líkami, og það þegar þú játar Jesú Krist, eða þegar við játum hann, þá segir Hebreabréfið, ef þú trúir í hjartaðinu, hvar trúin? Í hjartanu, og játa með munninum að Jesús drottinn, þá myndu hólpin verða. Hvar trúin? Í hjartanu. Trúin í hjartanu. Þá ekki gott að herða hjarta. Ef að trúin á að virka þetta. Nú, við skulum sjá, og það sem sagt andi Guðs og minn andi tala saman, og þetta sagt mörgum stöðum í Biblíu, Júdasarbréfið til dæmis segir, biðjið í sérhverri tíð í anda. Biðjið í sérhverri tíð í anda. Hvað þýðir að biðja í anda? Kórinthubréfið 14. kafli, 1. Kór 14 segir, sá sem talar í tungum, hann talar við Guð. Nei, hættu nú alveg þetta tungotal, nei. Sá sem talar í tungum, talar við Guð. Leyndardóma talar hann. Hvaða leyndardómar þetta? Ef ég tala í tungum, tala leyndardóma, og það eitthvað sem byrjar að gerast í andaðinu, af því að andi Guðs að tala við þinn anda, og hvaðan hann að segja? Við höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem frá Guði, til þess að við skulum vita hvað oss að Guði gefið. Svo ég viti hvað hann búinn að gefa mér. Ef hann búinn að gefa mér eitthvað, á ég þá að halda áfram að reyna að biðja, viltu gefa mér? Ég búinn að gefa þér þetta. Þetta ekkert öðruvísi, heldur en ef hvað getum við sagt? Ef Kitti, gefðu mig Biblíuna þína. Og svo stend ég og segi, Kitti, viltu gefa mig Biblíuna þína? Og hann horfir á hann, þú ert með hana. Nei, í alvöru, gerðu það, gefðu mig Biblíuna þína. Kitti, viltu gefa mig Biblíuna þína? Hann búinn að gefa mér hana. Andi Guðs tala við anda minn til þess að ég viti og skilji hvað hann búinn að gefa mér. Þetta fyrsta trixið, það sem að allur óskapnaðurinn byrjaði. Af hverju? Af því að alveg svo við krossið þá voru 2 þjófar, sem bendir á að það voru 2 þjófar í garðinum, Adam og Eva, sem tóku það sem þau áttu ekki, og settust til borðs með Satan og buðu Guð ekki með. Það byrjaði allt með því að borða. Allur óskapnaður, fall mannsins. Að taka eitthvað sem tilheyrir ekki þér og bjóða Guð ekki með. Þannig byrjaði þetta. Og hvernig lögum við svoleiðis? Með því að
taka það sem okkur gefið, brjóta brauðið og bjóða Guði með. Það er sáttmálinn. Það er samfélagið. Því að ég ætla að mynda að fara í þetta, þessi Guði gefið, svo áður ég fer hanga. Enda tölum við þetta með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, ekki sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andinn kennir. Andi Guðs að kenna okkur. Hann sagði, ég sendi ykkur hjálparan, anda sannleikans. Já, það er kannski þinn sannleikur. Nei, þetta er andi sannleikans. Í postmodernísku samfélagi sem þýðir, já, það er þinn sannleikur og það er þessi sannleikur. Módernískt samfélag sem var áður, þá voru menn að reiða sig á Guð og áttuðu sig á að við erum skapaðir af Guði. Og þar voru vísindamenn sem voru hólpnir, þeir trúðu á Guð og þeir byrjuðu, þannig jókst þessi vísindaþekking vegna þess að þeir þráðu að rannsaka sköpun Guðs. Þannig byrjaði vísindaþekkingin. Það er þetta sem að andi Guðs kennir okkur. Andi Guðs er að kenna okkur. Heldur, sem sagt svo, við útlustum andlega efni og andlegan hátt, maðurinn án anda veitir ekki viðtöku þessi Guðs anda er, því að honum er það heimska að hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. En hinn andlegi, sem sagt sá sem lifir í andanum, lifir ekki samkvæmt holdinu og lifir ekki í sálinni. Þetta lifi í holdinu, Páll lýsir þessu í Rómverjabréfinu 7. kafla, hann segir sko, minna þessi 7:14 cirka, að þá segir hann sko, lögmálið er andlegt, en ég er jarneskur. Og þess vegna koma setningarnar eftir á, að því að hann er að lýsa því hvernig það er að lifa eftir jarnesku, að lifa í holdinu. Ef þú lifir í holdinu þá segir, það sem ég vill gera, það ger ég ekki, og það sem ég á ekki að gera, það ger ég. Og þetta er bara svona. Og það, sumir segja, þetta er að vera kristinn. Þetta getur ekki verið lokanista. Þegar við lesum áfram þá segir, nú er því engin fyrirtækjum Kristi Jesú, því að lögmál lífsins anda hefur frelsað mig frá lögmáli syndar og dauða. Það er að spurningu, hvar ætlar að lifa? Hvar ætla ég að lifa? Ætla ég að lifa eftir lögmáli syndar og dauða? Þá er bara vegferð mín, þá bara fara, ég bara vakna, ég fer í vinnuna og svo fæ ég bara, fer ég til lækni, svo fæ ég greiningu og svo fæ ég pillur og svo gerist það svona og það er engin andleg hjálp. Og samt sagði Jesú við þá í Mattheus 10. kafla, ég hef gefið ykkur vald yfir hvers konar sjúkdómum. Ég hef gefið ykkur vald yfir hvers konar sjúkdómum. Og hann er að segja okkur þetta, hvað okkur er að Guði gefið. Ef maður skoða nokkuð vers, hvað Guði hefur gefið okkur? 2. Pétursbréf 1:3. 2. Pétursbréf 1:3. Guði hefur gefið okkur allt til að lifa guðrækilega í heimi þessum, ef ég man rétt. 3. vers, hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt. Allt. Á grískunni þýðir þetta líka allt. Bara allt. Hann hefur veitt mér allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum sem kallaði oss með sinni eigin dýrð og dáð. Þetta er hans dýrð og hans dáð. Þetta er hans dýrð og hans dáð. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrir til þess að þér, fyrir þau, skyldu vera hlutakendur í guðlegu eðli. Þú ert hlutakandi í guðlegu. Nei, ég er bara syndari hólpinn fyrir náð. Nei, þú ert hlutakandi í guðlegu eðli. Þeir hafi komist undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. Spillingin akkur er þessi spilling? Það er út af girnd. Fólk fær greddukast og fyrir að reyna að afgreiða það á einn hátt.
fólk fær fíkn og það reynir að afgreiða það á einn hátt. Þetta gerist, hitt gerist og þú reynir að finna lausn annað heldur en að lifa samkvæmt guðlegu eðli. Hann búinn að gefa þér þetta allt. Já, Guð, og það, sko, það allra versta sem við getum gert, þegar okkur finnst eitthvað mótlæti og ýmislegt verið að gerast og við finnum ekki leiðin út úr allt þetta og við segjum við komum með þessa setningu. Það eitthvað að mér. Veistu hvað gerist þá? Það kemur svona röð, bara alveg röð, þú veist, lengri heldur en, sko, þeir sem eru að fara í sýnatöku í COVID, sko. Það er lengri röð af djöflum og dímonum að segja þér hvað er að þér. Þú eru áttað á því að við lifum í heimi þar sem að við erum með fyrri heimsstyrjöldina sem opnaði fyrir rússnesku byltinguna sem gerði áhlaup á kristni. Bara stutt. Og inn í þessu, þar var eitt faraldurinn, spánska veikin, seinni heimsstyrjöldin, aftur þjóðir að berjast, og allt þetta. Og hvað sagði Jesú? Hann sagði, Mattheus 24, þegar þjóður ís gegn þjóð, og þetta fyrir að gerast, og hitta fyrir að gerast. Og svo segir hann líka, eins og Daniel skrifað Jesús vitnar í Daniel. Og hvað var Daniel að skrifa? Jesú. Þetta fjallar allt Jesú Krist. Þetta fjallar allt hann. Konungurinn yfir Guðs ríkinu. Þetta hann búinn að gefa okkur, hugsið ykkur, að komast undan spillingun í heiminum sem girndin veldur, leggja stund á að auðsýna í trú dyggð. Svo kemur bara listi hérna alveg, bam. Og þetta er svona, vá, þetta verkar svona. Og svo segir hann hérna, en sá sem hefur ekki þetta til að bera í 9. versinu, er blindur í skammsins sinni og hefur gleymt hreinsun fyrri synda sinna. Hann búinn að gleyma í hvað Jesús gerði á krossinum. Ein fórn í eitt skipti fyrir öll. Ein fórn í eitt skipti fyrir öll. Fortíð, nútíð, framtíð. Það búið að afgreiða syndina. Og þá kemur einn hópur og segir, hvað? Þá má ég bara lifa eins og ég vill. Hann búinn að fyrirgefa mér og allt þetta og ég má bara lifa eins og ég vill. Ég er bara undir náð og þetta verður bara allt í fína lagi og bara, ég er bara hólpinn og hann búinn að frelsa mig og hann búinn að fyrirgefa mig. Og Páll dílaði við þetta fólk í Rómarbréfinu 7. kafla. Og hann segir bara aldeilis ekki. Og svo ertu með hina sem vilja reyna að halda þér frá syndinni með að setja meiri og meiri reglur. Það er trúarbragð iðnaðurinn. Að búa til alls konar helgisiði, búa til alls konar erfikenningar, að segja að þú verður að halda þetta, þú verður að gera þetta og gera þetta til þess að halda syndinni frá þér. Rómarbréf 5:20 segir, svo kom lögmálið til þess að syndin myndi aukast. Býtu, lögmálið kom til þess að syndin myndi aukast. Sjáðu þetta, hvað er Guð gefið okkur líka? Annar kafli, þar er hann að tala til, þar er Páll að tala til Þessalónikumanna og hann er að, Þessalóniku síðara, förum í 13. vers, en alltaf hljótum við að þakka Guði fyrir yður bræður sem Drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar, frá upphafi, í helgun andans og trú á sannleikann til þess kallaði niður fyrir fagnaðarboðskap vorn að þér skyldur öðlast stýrð Drottins hos Jesú Krist. Þú hefur innra með þér sem hólpin, frelsuð, endurfædd, fylgjandi Jesú, dýrð Jesú inn í þér. Efesusbréfið, 1. kafli. Við erum bara að valta fyrir okkur. Hvað er Guð búinn að gefa okkur?
Efesusbréfið 1. kafli, hann segir fyrir grundvöllum jarðar hefur hann útvalið okkur. Þetta er í Bambararam, 3. vers. Lofaði sig Guð og Faðir Drottins oss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar, eða sérhverri, allri, þarna er aftur allt, sérhverri andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið okkur í Kristi til þess að við verum heilaðir lýtalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita okkur sonarétt í Kristi Jesú. Sem sagt, áður en hann tapaði okkur í Adam var hann búinn að ákveða að hann myndi finna okkur í Jesú. Þetta er leyndardómurinn. Þetta er allt, þetta er þegar gert. Dýrð Guðs í mér. Kólusarbréfið 1:27 segir einmitt, þetta er lokasvar Guðs. Kristur í þér von dýrðarinnar, eða Kristur í þjóðunum von dýrðarinnar. Og þetta eru óbærið þeim hvílinga dýrðarinnar, Kristur meðal ykkar von dýrðarinnar. Þetta er vitlaus þýðing bara, hann er ekki á meðal okkar því að gríska orðið er en, það þýðir í þér. Hann er ekki bara meðal okkar, hann er í þér. Og hann er ekki bara meðalið þitt, sko. Lausnari lausnaranna. Hérna erum við búin að sjá þetta. Svo er mjög athyglisvert að fletta upp á Fílemon. Fílemon. Og ég hvet ykkur til þess að taka þessi vers og skoða þetta. Hvað er hann búin að gefa mér? Af því Páll er að segja til þess að þið myndu vita hvað Guð er búin að gefa. Og þetta er það sem orðið vill opinbera okkur. Hvað er hann búin að gefa okkur? Og ef hann er búin að gefa okkur það, þá þarf ég ekki að vera reyna að biðja fyrir því, heldur framganga í því yfirvaldi og mætti sem hann hefur þegar gefið. Ef hann segir okkur að lækna sjúka, þá eigum við að lækna sjúka. Þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa. Leggja hendur yfir sjúka og þeir verða heilir. Reka út ill anda, tala nýjum tungum og allt þetta. En þá er hjartað að harðna, erum við að bakka, erum við ekki að þora og allt þetta. Hvað sagði ég? Fílemon. Það er Fílemonar og undan Hebreabréfinu, ég man það alltaf. Eru þið búin að finna þetta? Hvað er þetta? Hvað er 7. versið? Hvað segir 7. versið? Sjá? Ég bið þess að trú þín sem þú átt með okkur verði mikilvirk í þekkingunu á öllu því góða sem tilheyrir Kristi. Ég bið þess að trú þín verði mikilvæg. Hvernig verður hún mikilvæg? Með því að þekka allt það góða sem er í Kristi. En við að reyna að lenda þessu hérna, förum í Markús aftur, við vorum þar áðan. Það er svo flott hann í Markús, ég er búin að staldra við þetta í vikunni í 4. kaflanum, hann er að segja þeim sko, dæmisagan sáðkornið. Og sáðkornið, hann segja, það er orð Guðs og það verið að sá því í hjarta þitt. Og sumt fellur í svona jarðveg og sumt í svona jarðveg, en svo segir hann, sáðkornið sem ber sjálfkrafa ávöxt. Fyrst smá, svo aðeins meira, og þetta talaði til mín að stundum þá ætla ég að gera svo mikið fyrir Guð, bara allt í einu. Nei, það er smá, og svo aðeins meira, og svo byrjaði að vaksa, svo byrjaði að hlúa að, og svo gerir þetta svona. Það ber sjálfkrafa ávöxt. Hvað segir Markús? Við vorum í 7. kafla, þar sem við sáum að hjörtu þeirra voru blind eða hörnuð. Förum í 9. kafla og þar er yfirskriftin í versi 14, hjálpa þú vantrú minni. Og ég ætla bara að hlaupa yfir þetta tímas vegna, það kemur þarna maður, Jesús er búinn að vera upp á ummyndunarfjallinu og það sem að Elía og Móse komu að tala við hann, það voru þeir sem að vildu, vá, við verðum að fá að tala við Jesú, hann er Guð komin í holdi, hei, hvernig er þetta maður, vá, hvað er að gerast?
Hvernig virkar þetta? Guð komin í holdi. Vá! Og Eli og Mósi, þeir vildu bara fá, getum við fengið enga tíma hjá þeir. Þannig að þeir hittast þarna á fjallinu og þeir eru hérna með lærisveinarnir og Pétur alltaf með ykkur úrræði og síðan koma þeir niður og þá segir einn úr mannfjöldunum svaraði honum, meistari, ég færði til því son minn sem málleysi andi hver sem andinn grípur hann, slengir honum. Ég bað lærisvein þín að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Þeir lærisveinarnir, þeir voru búin að fá reynslu af því að Jesús sagði þá, ég gef ykkur vald yfir öllum illum öndum, hvers konar sjúkdóm, en allt í þá gátu þeir þetta ekki. Og Jesús sagði, ó þú vantrúa kynslóð, hversu lengi á að vera hjá þér? Og við skiljum oft trú eða vantrú. Allt eða ekkert. Og lítið hérna á, og hann kemur til Jesú og hann að spyrja hvað þessu lengi hann liði svona frá bernsku og svo segir hann hérna í 20. öðru versi, en ef þú getur nokkuð, þá sjó aumur á okkur og hjálpa okkur. Og Jesús sagði hann, ef þú getur, veistu hvað við hvernig þú tala? Ef þú getur. Svo segir hann, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, en hjálpa þú vantrú minni. Trú og vantrú geta verið á sama stað. Þetta ekki annarkvort eða, þetta ekki allt eða ekkert. Trú og vantrú geta verið á sama stað. Hvað vantrú? Það að reiða sig meira á því náttúrulega heldur en yfir náttúrulega. Hvað vantrú? Að reiða sig meira á því náttúrulegar útskýringar, það læknaskýrslan og það þessi greining og þetta og já, þetta bara svona. Þú átt að læknar sjá því bara líkamlega. Þeir vita ekkert hver þú ert í andanum. Þeir eru sérfræðingar í föllnum mannkyni. Sérfræðingar í hvað holdið hver líkaminn og Guð blessi þá fyrir að hjálpa okkur og halda okkur lifandi. En sjáðu, hann segir, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Hjálpaðu vantrú minni. Og þá skulum við fara í Mattheus 17 og þetta það sem ég búin að vera klöngrast við og sjálfsagt ekkert allir sammála mér eða ekki, en ég að skoða þetta af því að mér langar ekki að hjarta mitt sé hart gagnvart Guði eða ég herði hjarta mitt. Ég búin að fara svo illa á því. Það reynist mér alveg hrikalega illa. Það er svona skammvinn gleði og svo þetta alveg hörmung. Og svo kemur maður aftur og ég ætla aldrei að þóra að koma aftur á samkomu. Ég var svo viss það að þið myndu dæma mig. Alveg með á hreinu. Ég ekki til. En það það besta sem nokkuð getur gert, og ég segi þetta við þann sem jafnvel skilur í hvaða sporum þetta að herða hjarta sitt og var einhvern á samkomu eða langar eitthvað að kynnast eða eitthvað. Besta sem hún gerir, mætt á samkomu. Akkurat með allt niður þig. Það best að koma þannig. Við ætlum að enda á þessari frásögu, að þegar við vorum að tala þetta, hann segir, þegar Jesús var búinn að segja, sem sagt, sá getur allt sem trúir, og hann búinn að hrópa til hann segir, ég trúi. Og það mjög mikilvægt, og ég horfi alltaf á málfræðina líka, af því að þetta nútíð, framsöguháttur, germynd. Það þýðir yfirlýsing á staðreynd. En þegar hann segir vantrú, þá alltaf komið í þágufall. Þágufall alltaf að lýsa efasemd, eða svona kindir undir efasemd. Bara svona málfræði, smá nördara skapur. Heyrðu, síðan erum við komin Mattheus 17 í 14. versi, þegar þeir komið til fólksins, gettilans maður féll á kné fyrir honum og sagði, Herra miskunnaðu syni mínum, og við bara hlaupum yfir þetta bara, og Jesús segir, ó þú vantrú og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá ykkur?
vantrú og rangsnúin. Hversu lengi Ísland ætlar þú að vera í vantrú og vera rangsnúin? Hversu lengi þessi þjóð ætlar þú að vera rangsnúin í vantrú? Hversu lengi? Hversu lengi? Og fólk almennt, það skilur ekki eins og það heldur að skýrt sé að nafnagjöf. Ég er búið að skýra þig, hvað heitir hún? Hvað heitir hann? Það er engin skilningur. Hósea 4. kafli segir, mitt fólk ferst vegna vanþekkingar. Og eitt af því sem að gera hjarta, það er bara vanþekking. Eitt af því sem býr til vantrú er bara vanþekking. Að opna ekki ritningun og lesa og sjá hvað Guð er búinn að gefa þér. Það er bara vanþekking. Það er bara stupid upon stupid. Þetta er beint fyrir fram að þig og þú neitar að opna og lesa hvað hann er búinn að gefa þér. Ok, síðan segir, þá komur lærisveinninn til hans 19. vers og spurði einslega, hvers vegna gátu við ekki rekið hann út? Manstu, við verum muna, Mattheus 10, ég gef ykkur vald yfir öllum óhreinum öndum og þeir eru búin að fá reynslu af þessu. Og síðan segir hann, vegna þess að þið skortir trú. Reyndar er þetta alveg kolvitlaus orðaval, af því að textin segir ekki skortur og trú, heldur að hann segir vantrú. Vantrú er ekki endilega skortur og trú. Vandamálið er ekki trúar vandamál. Þetta er þekkingar vandamál. Þetta er ekki trúar vandamál. Orðið segir, Rómarbréf 12 segir, Guð hefur úthlutað sérhverjum mæli trúar. Sérhverjum, hann gefur öllum mæli trúar. Mæli, þarna er gríska orðið metron, meter. Hann gaf þér meter. Meter er meter. Meter er ekki 20 centimetrar. Meter er meter. Hann hefur gefið öllum meter. Þú sér að Abraham, hann hafði ekkert meiri meter heldur en ég og þú. Það segir bara, hann efaðist ekki í vantrú. Abraham var bara maður sem hafði litla vantrú. Hann var ekkert að bulla þessu, bara Guð sagði þetta verður svona, hann er komin í göngugrindina og þau eignast barn, göngugrindabarn. Hann efaðist ekki. Hann hafði ekkert meiri trú heldur en ég og þú, hann hafði meter. Og meter er meter. Hann er ekki 80 cm, hann er meter. Hann hefur gefið öllum. Við erum án afsökunar, sko. Ok, við erum búin að gefa mig meter. Ég veit hvað meter er. Ég er alltaf að mæla, alltaf með málband. Meter er meter. En við erum í samfélagi sem reyna að telja ykkur trúum að meter sé ekki meter. Að þetta sé ekki svona og svona. Þér er talið trúum eftir að Max talaði við, eftir að, við erum með Darwin og Max að tala saman og svo kemur Freud inn í þetta og þeir eru að segja þér hver þú ert. Þú ert afleiðing af kringumstæðinu. Við þurfum að rannsaka fortíðina og það er þetta og við þurfum að setja þig á Rítalín. Og þú ert þetta og þetta. Þetta eru spekingarnir. Max, Darwin, Freud. Og allt menntakerfið er komið á þessu braut. Og nú er menntakerfið svoleiðis að, já, það var að kenna fólki við krökkunum á leikskóla, núvitund, þetta er hindúismi. Nei, þetta er menntastefna. Það er bara skiptun, það má ekki tala um Jesú, það má ekki gefa Gídeon-biblíu, en það má koma með þetta. Heyrðu, förum aftur hingað. Vegna þessu skorti trú, út af vantrú. Sannarlega segir, ef þér hafið trú eins og mustaðaskorn. Mustaðaskorn. Ef þið hafið svona trú, getið þið sagt við fjall þetta, flyttuð héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Svo segir hann, þetta kyn verður eigi útreikið nema með bæn og föstu. Hvað er umræðuefni í kaflanum? Vantrú. Þetta kyn vantrúar
Verður ekki rekið út nema með bæn og föstu. Nei, þetta ekki að ef ég fasta og þá get ég rekið út stærri djöfla. Við erum búin að kenna þetta svona. Svona lærði ég þetta fyrst. En svo þú verður að lesa kaflan, umræðuefnið er vantrú. Af hverju gátu þið ekki? Út af vantrú, út af þú herðir hjartaðið. Og hvað gerir fasta? Það slítur þið frá líkamannum og þú reiðir þig á andan. Maðurinn lifir ekki á brauði einu saman heldur sérhverju orði. Þú segir við líkamann, ég ætla ekkert að borða í einn dag. Hver þú að skipa mér fyrir? Ég segi þér hvernig þú ert svangur og ég segi þér hvað þú átt að borða mikið og þú kemur hérna með eitthvað bara orð og segir bara ekkert að borða í einn dag. Já, 2 daga ætla ég ekki að borða. Já, hvað veit það? 3 daga ætla ég ekki að borða. Holdið, það lærir bara allt í einu að lifa í andanum. Og það er ekki tímalengdin sem skiptir málið, heldur tilgangurinn bak við föstuna. Tilgangurinn er að ég vill ekki herða hjarta mitt gagnvart Guði. Að ég vill lifa í andanum, að ég vill vera góður ráðsmaður Guðs. Og þarna, þetta er sem sagt, það sem að tímas vegna, þá ætla ég að stoppa hér, að þetta eru hugleiðingin. Hugsið ykkur, að herði ekki hjartað, hvað hann er búinn að gefa okkur. Hann er búinn að gefa okkur allt. Þá þarf ég ekki að biðja það sem er búið að gefa. Þetta er elsta trix eins og ég byrjaði að segja á það. Eva, ef þú borðar að þessu tré, þá verður þú eins og Guð. Býtu, hún var sköpuð í Guðs mynd. Þegar leið og byrja að elta það sem þú þegar hefur, þá ertu komin á nagrisa hjá örvæntingarinnar og þú myndi aldrei finna neina lausn. Það er ekki fyrir hann að koma á krossinum það sem að lausnin er. Og sumir segja að þverbitin í krossinum sé skilningstré góðs og ills og langbitin sé lífsins tré. Þú horfir inn í krossinu og sérð allt í einu dauðan og upprisuna. Vonin okkar, vonin sem bregst okkur ekki. Og hugsandi þetta, að þá, það var annað sem ég langaði að deila með ykkur úr Daniel, hann nefndi Daniel, og alveg magnað að lesa að Daniel 8. kapli, það verið að lýsa, það er hrúturinn og geithafurinn, og geithafur á grísku er Agian, og ef þú lítur á landakort þá séu Agian Sea, geitahaf, og sagan segir sem sagt að þeir áttu að bara fylgja geithafnum og það sem að geithafnum stoppaði þar myndu þeir dvelja og setja stað. Þetta er svipað eins og Ingólfur Arnarsson, Súlurnar, og svo lentu það þarna og Reykjavík og Grikkland. Svo lestu 8. kaplan og þú skilur ekkert í þessari sýn fyrir en allt í einu engillinn kemur og útskýrir fyrir Daniel. Hrúturinn eru Metapessar, geithafurinn eru Grikkir. En síðan lesum við í Jósefus Flavius, sem var sagnaritari, gyðingur, sem var upp á sama tíma á Jesú. Hann var upp á sama tíma. Hann er samtímamaður Jesú. Hann skrifaði, og þessar bækur eru til. Og vitið hvað hann skrifaði um Alexander mikla? Að pabbi Alexander mikla hafði þá þrá að sigra þjóðir. Pabbi hans deyr, Alexander, hann segir, ég ætla að uppfylla þetta. Hann dreymir draum. Og hann sér mann koma til sín í fjólubláum klæðum og hann tengir þetta við Guð. Og síðan þegar hann ráðast inn í og hann fer inn í Jerúsalem og æðstipresturinn fréttir að Alexander mikli er að koma. Þannig hann lætur alla klæða sig í hvítt sem táknar upp á hvernig blóð Krists Guð mun hreinsa syndir okkar með blóði lambsins. Þegar þeir voru alltaf að fórna og allt þetta er fyrirmynd Krist. Og síðan kemur Alexander og æðstipresturinn kemur labbandi út af mótunum í fjólubláum skrúða. Og Alexander mikli segir, þú ert maðurinn sem ég sá. Þú ert maðurinn. Og Jósefus skrifar að þeir fórnuðu saman í musturinn. Og Alexander mikli spyr, hvað get ég gert fyrir þig? Nei, reyndar segir hann segir, velkomin Alexander mikli. Við erum búin að vera að bíða eftir þér. Daniel spámaður, hann talaði þau fyrir svona 200 árum
að þú myndir koma hérna, Daniel 8, við vissum að þú myndir koma. Og Alexander Mikli bara, þú ert að uppfylla spádóm. Alexander Mikli segir, hvað get ég gert fyrir ykkur? Að við fáum að lifa eftir ritningunni, segir hann. Og þetta er byrjun á því að þeir sem sagt, að gyðingarnir voru verndaðir alla þessa tíð. Og sjáðu visku Guðs. Sérðu, Daniel, hann er tekin úr heimalandi sínu, hann er tekin inn í Babylon, alveg svo við. Þetta er ekki heimalandi okkar. Við erum útlendingar hér. Okkur langar að fara heim. Daniel, hann var útlendingur, en sjáðu hvernig hann lifði og hvernig Guð talaði til hans. Og Daniel var að reyna að horfa fram í tíman Messias, Krist. Við stöndum hér, horfum aftur og bak og lesum allt þetta. Daniel byrjaði að lesa Jeremía, áttaði sá að tíminn var að koma í nánd. Hvað er þetta að segja okkur? Bræður og systur, af hverju lifum við ekki aftur og bak? Af hverju lifum við ekki af því að þessi von sem bregst okkur aldrei, að hann, konungur konungana, mun koma aftur, hann mun sigra allt saman, Babylon verður fallin, allt þetta kerfi og system er handónýtt og við munum ríkja með honum eilíf. Af hverju lifum við ekki þaðan? Og svo erum við að velta fyrir Guð, ég er að fara í gegnum þetta. Það myndi að mann allt samverkandi góðs. Bara ekki herða hjartaðið. Og trúin, hún starfar í kærleika. Hún starfar í kærleika. Verum djörf. Mig langar að sjá þetta, bara við fyrum að byrja, bara, við erum svona aggressív og ákveðnum, bara biðja fyrir sjúkum. Sjá tækifæri. Og hann segir, ef þú trúir svo mustaskott, segðu við fjallið. Markus 11, 23 og 4. Ef þú segir við fjallið, þú ert að segja við það. COVID-19, drullaður í burtu. Ef þú ert með verkin í einu, verkurinn í einu, farðu burt í Jesú nafni. Þú talar við verkin. Þú ert klikkað, þetta er weird. Nei, það er virt að vera veikur. Ég ætla að stoppa hér, kæru vinir. Takk fyrir áheyrnina og ég hvet ykkur til þess að dvelja í orði Guðs og muna eftir því hvað Guð hefur gefið okkur. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir einn og sérkvæð. Ég þakka þér fyrir að þitt orð hefur fengið að smjúga milli innstu fyrstni sál og anda, líðamót og mergjar. Ég bið þess að þú opnir sálasjónu og skilning að við stöndum í trú. Kristur Jesús, við lifum í þér. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir djörfung og ekki bara djörfung út á við, heldur djörfungu að koma fram fyrir hásæti þitt. Jesús, ég blessa einn og sérhvern, blessa sérhverja fjölskyldu, fyrir blóð og benjar Jesú, þá eru við heilbrigð. Í Jesú nafni, amen. Sjúkur á meðal okkar. Ef að svo er, þá biðjum við. En Guð bless ykkur og geymi og muniði hvað Guð hefur gefið okkur. Amen.